Í 1. Jóhannesarbréfi, 2. kafla, 15-16 vers segir: Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá kærleikur til föðurins ekki í honum, því allt það sem í heiminum fýsn holdsins, fýsn augnanna og auðafa oflæti, það ekki frá föðurnum, heldur það frá heiminum. Ef æsku líður sá sem uppi á þessum tímum gerir réttar meginreglur að mælisnúru athafna sinna, mun hann þurfa að heyja stranga baráttu. Stór hópur í þjóðfélaginu leggur sig allan fram að gera eins og aðrir gera og móta stefnu sína eftir mælikvarða heimsins. Þá rekur með straumnum eins og innantóma loftbólu eða rótlaust þang. Þeir hafa ekkert einstaklingseðli, ekkert siðferðislegt sjálfstæði. Samþykki heimsins þeim meira virði en samþykki Guðs. Kænskan hið eina sem hvetur þá áfram eða stjórnar athöfnum þeirra, þar sem þeir kunna ekki að meta sannleikann og breyta ekki eftir meginreglunni ekki hægt að treysta þeim til neins. Þeir eru leiksoppar freistinga Satans. Þeir bera enga sanna virðingu fyrir sjálfum sér og eiga enga raunverulega hamingju í lífinu. Það hægt að kenna í brjósti þennan hóp manna vegna veikleika þeirra og heimsku, og allir sem í sannleika vilja vera verðir virðingar sinnar eiga forðast fordæmi þeirra. En í þess stað oft sóst eftir samfélagi þeirra og þeir virðast búa yfir einhverjum töframætti sem næstum ómögulegt að brjóta af sér. Þegar þið myndið ykkur skoðun eða veljið ykkur félaga, eigið þið að láta skynsemina og guðsóttan ráða. Verið staðföst í ásetningi ykkar án tillits til skoðana annara ykkur. Þeir sem berast með straumnum, sem elska skemmtun og hólífi og velja hinn auðveldari veg án tillits til meginreglunar svo lengi sem löngun þeirra fullnægt, mun aldrei standa með sigurvegurunum umhverfis hið mikla hvíta hásæti. Í Biblíunni getur hugtakið heimur áttu jörðina og efnislega alheiminn, en það vísar oftast til heimsins sem í skjön við Guð. Þegar Biblían segir að Guð elskar heiminn átt við manneskjurnar sem búa hér og sem börn hans eigum við að elska annað fólk. Dæmisagan miskunnsama samverjan gerir það ljóst að við getum ekki valið hvernig við eigum að elska. Þegar okkur sagt að elska ekki heiminn Biblían að vísa til spillingarinnar í heiminum. Satan Guð þessa heims og hann hefur sitt eigið gildiskerfi, andstætt Guði. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli og 16. vers lýsir nákvæmlega því sem kerfi Satans stuðlar að, fýsn holdsins og fýsn augnanna og auðafa oflæti. Allar syndir sem hægt að hugsa sér má draga saman í þessum þremur hugtökum. Heimurinn það sem við yfirgefum þegar við komum til Krists. Í Jesaja 55:7 segir: Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskuna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Heimurinn hefur syndina. Hollywood hvetur okkur til að öfunda syndara og bera okkur heimskulega saman við fallega fólkið. Oft eru vinsældir stjarna vegna hæfileika þeirra til að hræra í okkar óánægju með okkar eigið líf. Auglýsendur ræna náttúrulegri tilhneigingu okkar og flestar markaðsherferðir höfða á einhvern hátt til fýsna augnanna, fýsna holdsins og auðæfa oflæti. Að elska heiminn þýðir að vera helgaður fjársjóðum heimsins, heimspeki og forgangsröðun. Guð segir börnum sínum að forgangsraða í samræmi við sitt eilífa gildiskerfi. Við eigum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Enginn getur þjónað tveimur herrum og við getum ekki verið helguð bæði Guði og heiminum á sama tíma. Þegar við komum inn í fjölskyldu Guðs í gegnum trú á Krist, gefur Guð okkur hæfileikan til að yfirgefa kapplaup heimsins.
Við verðum þegnar annars ríkis. Langanir okkar snúa til himins og við byrjum að safna eilífum fjársjóði. Við gerum okkur grein fyrir því að það sem er sannarlega mikilvægt er eilíft, ekki stundlegt, og við hættum að elska heiminn. Að halda áfram að elska heiminn eins og vantrúaðir gera mun lama andlegan vöxt okkar og gera okkur árangurslaus fyrir ríki Guðs. Í Jóhannesar Guðspjalli 12:25 þá tók Jesús þessa hugsun skrefi lengra þegar hann sagði: Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs. Að elska ekki heiminn nær líka til okkar eigin lífs. Jesús sagði að ef við elskum eitthvað meira en hann, þá erum við hans ekki verðug.